ekkert ástæðalausu því að beint á móti með sitja tveir snillingar eins og alltaf reyndar en það ekki sömu snillingarnir í dag. Steindi Junior á sínum stað, verður velkominn. Takk fyrir það. En svo erum við með góðvinn þáttarins Rándýran gestastjórnanda sem hefur ekki verið með okkur lengi. Velkomin. Já, þakkaði kærlega fyrir og ykkur báðum. Takk fyrir að þjóðan að vera með mér. Það er svo gott að sitja við hliðina Pétur. Það er gott að sjá ykkur. Þetta er nærvera. Gamla sætunum, svona vorum við á hverju miðvikudegi alltaf. Já, hérna vorum við alltaf á hverju miðvikudegi. Og varst alltaf í þessu sæti. Alveg, ég verða að vera í þessu sæti. Já, öðru sem get ég ekki verið. Finnurðu nærveruna, Öddi? Veistu það, þetta verður svo góðu þáttur. Já. Að það rosalegt. Já, við skulum nú ekki vera með einhverja yfirlýsingar svona strax í upphæð. Það hægt að lofa. Við skulum kíkja á þetta bara hérna upp úr 6. Þá skulum við gera upp þáttin og sjá hvort við höfum gengið til góðs. Já, ég lofa að hann verður hressandi. Þetta byrjar ágætlega. Já, ég ætla að byrja bara að spyrja þig, Pétur, nú þú ekki verið lengi. Þú mistir afmælisþættinum okkar daginn. Já. Hvernig hefur það? Já, bara rosa gott. Það það ekki? Jó, bara rosa gaman að fá að vera hérna með ykkur. Já, svo langt síðan að hlustendur að fengja heyri þér. Já, bara kæri hlustendur, þú, kæri hlustandi, þú skiptir mig máli. Já, ég er hérna fyrir þig. Sem Kitty Bigfoot kendi þér. Jú, Kitty Bigfoot kendi maður var alltaf ávarpa hlustendur í eintölu. Algjörlega, það er bara eitt Kitty Big. Þú, kæri hlustandi, skiptir mig máli. Þú skiptir mig máli. Já, og það er bara hann líka, það var hár rétt hjá hann. Þú og ég ætlum að vera hérna saman í dag til klukkan 6 í dag. FM. Þú og ég. Þetta er bara fyrir þig. Geggjaðan þátt í dag. Við ætlum að fara í nokkra gamla og góða liði sem að, já. Akkur er bergmálar svona? Þú? Nákvæmlega, ég var að hugsa þetta. Þetta er ekkert bara hjá mér sem sagt. Já, er eitthvað bergmál í röddina þér? Nú er það. Má heyra í þér? Lægi núna. Já, þetta er allt annað. Þetta er flott. Okay. Vákátt með hljómfæra rödd. Hljómar er svo alveg útvarstjarna. Þakka fyrir það. Það sem við ætlum að fara í dag, kæri hlustendur, við ætlum að rifja upp nokkra gamla liði sem að diggir 800 FM 9 blöð þetta mun eftir. Eitt er graðimaðurinn. Já. Sko, við náttúrulega, við pöntuðum hann. Það kom ekki annað til greina en að fá graðamann í dag. Við meira þess að settum inn fæslur á Twitter síðuna og hérna. Það voru nokkur að biðja mann þar. Já, hann var vinsællar. Og það er sem sagt Pétur Jón Sigfússon, hann ringir eitthvað út í bæ, það er nú misjandi, annarkvort ringir hann í bóndastundu, hann hefur ringt á sko bara í endurskoðanda og hann verður graður við svona skrýtna hluti. Já, það er ansi skrýtni hlutir sem koma nú til. Já, og er að kveiki í honum. Já. Og hann æsist allur. Já. Hann verður á sínum stað, við verðum hérna með myndri fyrir cash, við erum með Sturla staðrindir á sínum stað, FM 95 blöð gott talentir í dag. Akkurat. Og það er ekkert ástæðalausu, það er að því að Ísland gott talent er að byrja á sunnudaginn og Jón Jónsson ætlar að mæta hérna og við ætlum að henda í FM 95 blöð gott talent. Núna Steindi, ert þú að fara að keppa við Pétur í talentinu? Já, ég og Egill náttúrulega eru búin að vera að keppa þarna í talentinu mjög lengi. Það hjá okkur er 3-2 fyrir mér. Já. Og ég hef keppti Sveppa. Sveppi kom grjótarður inn og núna þarf ég að fara að keppa við Pétur. Ég er ekkert að keppa við sko. Þetta er ekkert grín, hvað er verið að sko setja móti manni en það er pressa. Já, þetta eru rándir í keppandur. Það er ekki verið að ráðast á garðina sem hann er lægstur? Nei, alls ekki. En við Pétur, við erum búin að vera svona að hugsa okkar atriði og þetta er svona, þetta er að smetla saman hjá okkur. Ok, glæsilegt. Við verðum klárir. Já, Jón Jónsson er hérna á leiðinni sem dómari. Já, þetta er það sem að Pétur verður með. Þetta er bara forsmekkurinn. Ég bara kynda hlustandan. Pétur tók skemmtara með sér í FM 9 blöð gott talent. Hvað er þetta, Pétur? Þetta lítur út eins og barnaleikfang en þetta er svona margir takkar og þetta hljómar einhvern veginn svolítið skemmtilega. Hvað er þetta? Er þetta fyrir sjálfa á strákurinn þetta? Strákurinn minn á þetta, maður. Hvað er þetta að gera? Þetta er skemmtarinn, maður. Þetta er bara fólkmækurinn. Stoppa það, ég sem var að stoppa allt búið. Það er byrjað að dansa þetta. Þetta verður alvöru, sko. Eins og heyrið, það verður gott talent alvöru í dag. Já, ég reyfi þetta orgel með mér bara á leiðin út, sko. Ég vissi ekki, ég fekk þetta SMS frá þér. Já, það væri talentkenn í dag. Já, og svo sá ég þetta bara þarna bregðan fyrir inn í herbygginu hjá honum. Ég reyfi þetta með mér. Já, vel gert. Við ætlum líka í annan gamlan og góðan lið sem var alltaf miðvikudöfum sem heitir Vonda Atið. Við tökum allir þrír þátt í því. Já. Það verður skemmtilegt. Svo erum við með kortmyndir frekar. Steindi, þú ætlar að hendi einkamál í dag? Já, ég var til í að hendi einkamál. Er það að heyra hvað þetta er þéttu þáttur í dag? Það er nóg að gera. Það er veisla framöndan, kæru hlustendur, eins og þið heyrið. Þannig ekki voga ykkur að missa af sekundu og ég held að sé líka bara við hæða að byrja svona geggjaðan þátt á geggjuðu lagi. Þetta er skemmtilegasta lagi á Íslandi í dag, svo veimið þá. FM
FM 95 blöð með ykkur hér á þessum fanta fína föstu degi. Þetta var ekkert annað en Uptown Funk You Up með Bruno Mars og félugum og strákunum í hljómsveitinni Jimmy's and the Jenny's. Já, frábært lag hérna á ferðinu, búin að gera allt vitlaust á öllum vinsældarlistum í gegnum tíðina allan heim. Já, það ekkert annað. Og við ætlum að vinda okkur í slúður og ég búin að búa til innrömmun á það, gjörðu þú Já, ætlum við að nota hérna skemmtara Þetta var undir hjá mér í slúðurinn eða? Nei, þetta er, ég rammað inn maður, slaka á. Þetta er bara svona eins og trailer. Slúður, hér, slúður. Slúður, hér, slúður. Slúður, hér. Gjörðu svo vel. Þetta var verra en trailer en hans eigin sko. Hvað meinar? Ég ætla að byrja slúðupakkan á Lindsay Lohan. Þetta var búið til á staðnum, hafði það í huga. Já, ég heyrði það. Og hún í tómi tjónigreiði, hún Lindsay. Hún átti að mæta í, skal ég okkur segja svona community service. Já. Það sem að, veist, að því að hún, þessar stjörnur í Hollywood, það slepp alltaf fangelsi, það fara alltaf bara í svona, hvað heitir þetta á íslensku community service? Svona samfélagsþjónustu. Af hverju er það svoleiðis? Af hverju sleppa þér við dóma? Ég veit það ekki. Er þetta peningarnir? Já, ætlaði ekki, það fræðin eitthvað. Herðu, nema það að hún skeita á sig og var ekki að mæta í þetta og hérna í samfélagsþjónustu, þannig að hún er núna á leiðin í fangelsi. Og það verður ekki fyrsta sinn, ekki annað sinn og líklegast ekki síðasta sinn sem að hún Lindsay greið og hérna heyru myndir en hún lítur ekki nú vel út í dag þessi stelpa. Þetta var sko ung og efnileg leikona á sínum tíma og huglega stelpa en hún er rosalega lifuð því að og svona bara eiginlega tekinni fram að því að hún er greið í baráttu við áfengi og fíkniefni sem er leiðilegt. Já. Ef þú myndir fremja kannski hrottalega glæp, veit ég, heldur að þú myndir bara fá stóðufangelsi? Á Íslandi? Nei, Íslendingar eru ekki svo kananir. Ekki? Við erum ekki með þetta. Þú sé það, Kalli Bjarni var ekkit röltandi bara hérna að móka einhverja skurði með öklaband, sko. Heldur þú myndir bara fara í real man's jail? Já, sjálfsögðu. Það er bara að taka því. Já. En kanin, þeir eru eitthvað meira líf á þetta. Já. En ekki það, nú mikill munur held ég að fara í fangelsi í Íslandi og í Bandaríkjunum, sko. Já, það er ekki að líka því saman. Hérna eins og Árni Jónsson, hann var ekkert beint í fangelsi, hann var bara að panta ykkur rúmið, ekki? Já, hann pantaði sig bara Dominos upp í bústað æfa gólfhringinu eitthvað. Svo er það Justin Bieber. Það er mikið verið að skrifa hann þessa dagana og Kendall Jenner sem er eina Kardashian systurunum. Ég var nú búin að lofa þetta í þessu þætti, ég ætla að hætta að fjalla þessa Kardashian systur. Þá veit ég að pabbi minn er þið mjög leiður. Já, þetta er yngri systurinn, önnur yngri systurinn og já, þegar víst að vera að hittast hann þvertekur fyrir það, en það var víst einhverja nást einhverja myndir og það er einhver vinkona hennar sem að var að gaspara því að þau væri allavega friends with benefits, veist maður að fjalla hérna einhverja, sko, þetta eru 19 ára úlingar sem er stund að kynlíf saman. Ég var einmitt að fara að spyrja, hvað er þetta að tala meira? Þetta er bara vont. Þetta er nú ekki nú þjættu pakkið á þér. Ég var að segja eins og er ekkert Travolta í þessu? Ég segi það, ég er alltaf að reyna að byggja mig með Wesley Snipes, Kurt Russell, Michael Culkin, allir þessum gauðum. Þetta eru gæjar sem allir vilja heyra eitthvað Ég var búin að gleyma Pétur Jó, hann er grjótarður John Travolta á það. Það er bara minn maður. Og mannst eftir slúður. Hann er rosalega. Mannst eftir slúður var John Travolta, hann var alltaf að reyna að sofa í öllum flugmönnum og flugþjónum. Já, er alltaf að reyna við einhverja Kalkins nuttara og mest að kjafta ekki sjensans í hinum einu liði. Það er ekki möguleik. Ef þú horfir á myndir eins og bara Broken Arrow og Pulp Fiction og allar þessar klassísku myndir, hann er ekkit. Hann er ekki gay, það er bara ekki í myndin. Já, hann er nefnilega gay, sko. Það er ekki möguleik. Það er svo margir búin að koma fram, Pétur. Já, en ok, möguleik hans ekki. Ég skal gefa nú það. Myndirðu leyfa honum að snerta þig? Það er ekki sjensans eitthvað bara að leita á eitthvað fólk út í bæ og sem eitthvað dónaskap, sko. Nei, hann myndi bara alvöru maður. Hann myndi bara fara á date. Hann myndi ekkit vera að reyna við flugmenn hér og það. Hann er giftur og hann er frægur fyrir að vera að ká á nutturum. Það var það sem að Pétur að brjála þér. Það er þvæla. Það er rugl. Ekki séns. Í lokina þá er Larry Flynt, munið eftir honum, veitu hvað það er? Býtu? Já, hann stofnaði hana blaðið. Hafið ekki séð myndina People vs. Larry Flynt? Já, en Hustler er núna að reyna að svona tvítryggja sig að vera ekki kærðir eftir að Dan Bilzerian hendi stúlkunni fram á svölunum hérna daginn, munið ekki eftir því, voru í einhverja myndatöku, hann hendi fram á svölunum, hún brotnaði eitthvað illa. En samkvæmt einhverjum samningi þá kom í ljós að hann var beðinn að kasta henni fram af
á þakinu, en hún hætti við á síðustu stundu og þorði ekki og þess vegna lenti hún svona illa á bakkanum. Ræðilegt, allt saman einhvern veginn. Og var bara samningur þetta? Já. Það er bara í samning maður, það stendur hérna og það henda þessari gellu hérna fram á svölum. Hryggbrotnaði hún og allt í rugli? Nei, ég held hún að handleggsbrotna eitthvað illa. Þetta var ógætt þetta, vídeo fór neti munið ekki eftir þessu. Já, ekki nógu mikið. Og nú Larry Flint einhvern veginn að reyna að, já, svona, tvítir ekki að þeir verða ekki kærðir hérna. Ég held þú allar að koma inn á hérna Justin Bieber, að hann yrði næstur í róst. Já, það er enda geggjað og það er gott slúður. Það er gott slúður. Það er eitthvað sem ég laka til að sjá. Býtu hvað, ertu eitthvað að rósa slúðurinn að steinda? Nei, þetta er mjög góðum punktur á hann. Það var að rósta Justin Bieber næst og ég laka til að sjá það. Ég verði að líka. Og það var æðislegt fyrir ykkur sem hafi ekki séð James Franco róstið, þá myndi ég tjekka því að það var geggjað. Og eins og bara öll þessi róst, þau eru skemmtilega. Þetta var slúðurpakki dagsins. Steindi eru að tala með eitthvað slúður ekki? Það reyndar ekkert Íslands slúður í dag eða? Nei, reyndar ekki. Ég ákvað svona bara að hvíla aðeins. Við erum með Pétur hérna og ég vildi bara svona bralla eitthvað með honum. Við erum að fara í fullt af dagsfjölum. Já, fullt af dagsfjölum. Það kom reyndar alveg, það var reynd inn tölvupóstum og mikið, já, virkilega mikið. Ég er búin að fá tölvupósta og smáskilabóð. Hvaða slúður ertu til með þess að fara að sleppa? Það var bara hitt og þetta. Við vorum að tala það var ásatt í Töframanna sem fór virkilega útskeið Siggi Hlö, hann er náttúrulega með blæðandi magasár og þetta var slúður. FM 957 í samstarfi við Sushi-barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla fimmtudaga. Sushi-barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtækið þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi-barinn næsta fimmtudag. FM 957 og Sushi-barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttöl. Það er risapottur upp á 210 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Spáðu í það hvað gæti gerst. 1x2 við tippum. Pangran, kjúklingur, kimchi sem rífur í, ferskt súrsætt grammeti, æsandi ingefett chilisósa og stökkar gylltar kartöflur. Nam, nútíma asísk matagerð, Nýbýlavegi og Bílsögu. Síminn, Carlsberg léttöl og Icelandair kynna Skrillex á Sónar Reykjavík. Sónar Reykjavík í Hörpu dagana 12., 13. og 14. febrúar. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Kæru neytendur, það er okkar að veita aðhald. Vertu á verði.is. ASI. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Pizza og ískaldur Carlsberg léttöl á tilboði og allir leikir á HM í beinni. Players, Búðakór, Gerðu kröfur hreinleika og gæði. Veldu Cymex fæðubótarefni. Líkami og lífstíll, Sporthúsinu Kópavogi, líkamioglífstíll.is. Það er lottó á laugardaginn. Þannig er nú í pottinn búið. Lefðu þér smá lottó. Gleðja bóndan. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut. Beint á móti Kringlunni. Blóm sem bóndinn fílar. Garðheimar. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6. Staying in my paper town.
5 blöð Blöndal ekki það er svona heldur Steindi Junior og Pétur Jón Sigfússon Já, komið þið sæl og blessuð með ykkur hér til 6 í dag og við erum í fantagýr Við erum í rosalegum gýr, já, það er föstudagur Við ætlum ekki að ræða hann handboltaleik sem var í gær Nei, það er enginn að spá í því Já, allir búin að gleyma honum Það var góður leikur Nei, get ekki svo rætt það Veistu það, ég reyndar verið viðkynna Þetta er búið að vera svona allt þetta mót bæði svíaleikin og meira þess að frakkaleikin Ég fæ ekki ánægja út úr því að horfa á handbolta af því að ég er svo stressaður Mér líður alltaf illa eins og á móti Frökkum þó við erum 4 mörkum yfir, þá leið mér samt illa Veistu, ég skil ekki handbolta Hvað meinar það? Þú veist, það eru svo óskýra reglur í handbolta Já, reyndar Þú veist, það er bara einhver eitt dómari og hann flautar alltaf, hann er alltaf flautandi og dæmandi á eitthvað Já, sko, það þarf að, þessar nefndir, það þurfa að fá skýrari reglur Það verður að koma skotklukka að þetta er hundlegilegt, það er ekki hægt að horfa á okkar lið í sókbar í korter og svo vantar, það þarf að mæka leikmenn og boltan og fá svona Mæka? Já, fá andadráttinu heim í stofu og trasthokkið og hafa þetta svona alveg eitthvað aksjón og þegar einhver hoppar upp í skot þá koma close-up á honum og alveg bara þetta á að vera svona cinematic sko. Já, þetta er enda hár rétt, já Mæka á alla Meira að tala bara svona reglunar og svona sko. Já, og það er maður, það er bara breyta þessar íþrótt alveg frá aðtölu Leða mér að komast í ykkur nefnd Íslendingar eru ekki alveg dóttur út Við þurfum bara að vinna Egyptan á morgun eða ekki Þá komast við í 16 úrslit Já, ef það klikkar þá förum við nú bara til Noregs og búum þar Sendum út þáttinn þaðan En það er komið að dagskrálið núna sem að heitir Myndir fyrir cash og herru, þurfum við nokkuð að spila trailerin fyrst að Já, fyrir Pétur Já, ég vil fá hann Hann er allt og langur sko Já, mér finnst hann frábær Hann er svona mínútur langur Tjekkum hann Would you like to have pockets full of cash? Myndir fyrir cash hér í FM 95 blöð gjörsamlega frábær trailer Já, það er samt að fara að parkera þessum trailerbráðum Nei, það er alveg frábær þessi sko En það er komið að myndir fyrir cash og ég er með 3 spurningar, það eru ágætar í dag Sveið með þá og svo er það Jón Jónsson og FM 95 blöð gott talent hér eftir smá stund Dómarinn er að detti í hús En eru þið til, þú þekkir reglur í þessu Pétur Ég er bara að spyrja ykkur hérna hvort þið myndi gera hitt eða þetta fyrir Já, þetta er bara svolítið að hreinsa hugan og vera hreinskilinn Já, maður er gaman að sjá hvort að Pétur sé ódýr eða dýr Steindi Junior er þekktu fyrir að vera mjög ódýr í þessu Ég segi það nú ekki Vantar pening Nei, þetta er bara svona Ég er kannski búin að vera svolítið ódýr Ég ætla að fara að valega núna Mundið strákar, mundið vera lífvörður forseta Bandaríkjanna fyrir 5 milljónur á mánuði Það var eitthvað ógeðslega að finna þess að Pétur Jóhanns er lífur Já, ég skanna hvítum smoking sko. Já, ég myndi gera það fyrir 5 milljónur á mánuði Þetta grínast 5 milljónur á mánuði Þú þarf að taka kúlu fyrir hann Já En meina það er nú ekki eitthvað daglegt brauð að taka kúlu fyrir fórseta Nei, það er ekkert verið að skjóta hann og hvernig mennast þetta Nei, þetta er hættulegt starf Já, en það get ég ekki séð Far væntanlega að vera með í skoteldu vesti og Já, þannig að þið myndu báðir taka því Plús það, ég er það snöggur í hreyfingum að gangi einhverjum vel að skjóta mig Þú ert ekki snöggur í hreyfingum Jó, það þyrfti alveg Ekki möguleika að ná Sigfússon Það þyrfti öflugast að tæta hann á markaði Jöfnveld væri fyndið að þetta kemur allt í Aldrei ná mér Þetta er svo góð grímmynd bara Þetta er lífvörðurinn og Pétur kemur labbandi í skoteldu vesti Já, hvað fyndið við það? Sko, ég ætla að skella já á þetta Ekki spurning Já á báða, það var kannski ekkert spes spurning 5 milljónur á mánuði, ég myndi gera bara hvað sem er Ég myndi sleikja hún raskati fyrir það Mér er alveg dröldu saman Bara ég væri í kvítahúsinu bara í skotheldu vesti og bara alveg saman Já, ég myndi bara sleikja raskat allan daginn sama hvaða raskat Það er reyndar geggjað að vera í kvítahúsinu held ég Já, bara, þú veist, alltaf mánaðamótin bara 5 milljónar dettin á kallinn Katsing En myndur þú að taka konun og börnum með þetta út til Washington og búa þar? Já, skella liðinu bara í vesti maður, skotast vesti Já, ég maður fengi frýtt fæðu húsnaður fyrir þau Og þú verður að taka familíuna með hann til Washington og stóðin lífvörði fórseta Bandaríkjanna Já, ég myndi taka Við myndum gera svæsta hluti fyrir 5 á mánuði Já, 5 kúlur á mánuði, alveg, já, nánast allt Svo er það næsta Hún er barnaleg þessi spurning, ég best afsökunar á því en svona er þetta bara stundum í sem þætti hann getur verið barnalegur Myndið þið breyta nafnin ykkar í Hlandhaus fyrir 10 milljónir Í þjóðskrá Já, og ert kallaðar það fyrir 10 milljónir í heildina Já bara ég myndi heita Hlandhaus það sem eftir er æfina fyrir 10 milljónir Ég held reyndar að sko, ég held að nafnið venjist sko að þú veist upp á það ekki, að þú veist, þú svona hættir að heyra niðurlægingu nýði þegar þú er þá Hlandhaus Junior og þú er Hlandhaus Sigfússon Já Hlandhaus Jóhann Sigfússon Já það er reyndar bara flóarakillega Hlandhaus Jóhann Sigfússon Já
Og líka, þú veist Landhaus Hróar Steinforsson. Nei, það er ekki nógu gott einhvern veginn en... Svo náttúrulega þegar þeir eru búin að vera að kalla þetta í nokkur ár. Þetta er leiðilegt feist, pottjætt. Þú veist bara, en þeir eru bara eitthvað svona pissi eða eitthvað svona. Já, bara hlandi. Hlandi, já. Hvað er hladdi? Já, hvað er hlanni? Já. Það er nú skára. En þú veist, ef maður myndi breyta þessu á ensku. Hvernig væri það? Pisshead, wehead. Já, bara pisshead. Wehead er töff. Já, mjög töff. Er þetta já að nefnir engir? Sko, var þetta að hækka þetta eitthvað? Nei, ég myndi ekki gera þetta, ekki fyrir 10 miljónir. Ekki fyrir 10 miljónir, en þú, Steindi? Nei, En myndið gera það fyrir 50? Já. Alltaf. 50 miljónir. 50 miljónir. Það er tala sem breytir lífi, sko. Já. Þannig að þið myndir báðir breyta nafnin ykkur í Landhaus fyrir 50 miljónir. Já, og værið stoltur það. Já, ok. Myndir breyta í Cocksucking Junior fyrir 50 miljónir? Nei, ég er góður. Ég er flottur. Það var að síðasta. Myndir skríða í heilt ár fyrir 24 miljónir. Í eitt ár? Rosalega er þetta eitthvað létt hjá þér í dag. Hæ? Þú ert bara allt sem þú ferðu að gera, þú ert að skríða það, sko. Já, en bara í eitt ár. Já. Ég myndi bara fara mjög lítið. Ég væri bara mikið heima og hérna... Sem væri ekkert mikil breyting. Nei, nema ég væri bara... Erum bara heima. Ég væri bara topp málum. Ég var á mjög flottum launum. Bara skríða á klóstið og skríða aftur upp í sofa það væri bara það. Það væri bara lífið. Þetta er borlíkandi. Já, ég myndi bara 24 miljónir. Er þetta bara léttasta spurning sem þú fengir? Já. Þetta er basically það sem þú ert að gera fyrir ekkert á mánuði. Skríðum íbúðinu og pissa og hangi Call of Duty. Og Steindin er að skipta á Ronju. Ég var bara helvið derrið með það. Ég þarf að skríða hérna alveg. Þetta væri bara myndi þetta gera líf mitt miklu þægilega. Pétur, sammála þessu, myndið þú skríða í ár fyrir hennar penning? Ég held það. En myndið þú skríða í 5 ár fyrir 50 miljónir? Já, ég held það. Hvað var hitt? Skríða í 1 ár fyrir 24? Já. Náttúrulega, þú veist. Ég var bara til að hreyja mig sem minnst fyrir hellinga penning. Já, þannig að þú myndir skríða. Þú mættir ekki lappi 5 ár Steindi fyrir 50 miljónir. Já, ég veit ekki. Maður þyrfti nú kannski að læra gangin aftur eftir það. Ég segi 1 ár, 24, það er mitt lokasvar. Ég sagði já við þessu. Já, ég líka. En lokasvar 50 fyrir 5 ár, já eða nei? Já, ef maður fengið svona hlífar á hneskjælegarnar, þá er ég til í það. Já, það byggist alltaf á því. Já. Hvort þú fáið púða og hlífar. Já, púða bara svona eins og múrarar með. Ef það er með svona múrarapúða, þá bara ekkert mál. Eða bara teipa 2 sófapullur á hníðin. Já. Já, ég segi já á þetta líka. En það er gaman að fara með, konan að fara með að böll og svona. Já, nei, fólk heldur bara ég hafi sippað hans í mig heima fyrir. Já, reyndar er fólk í mós og vant til að sjá þig á fjörun. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. So sorry, babe. Yeah. Kæru neytendur, það er okkar að veita aðhald. Vertu á verði.is. ASI. Horfur á landinu, gert er ráð fyrir talsverðið lottókomu með kvöldinu. 40 kúlur með köflum, dálítir eftirvænting og milljónir allt land. Leyfðu þér smá lottó. Handgerð list, beint á þinn disk. Saki-barinn, Sushi & Sticks, Laugavegi 2. Sporthúsið kynnir gammamyndina Mordecai. I think this woman has need of a chiropractor. Bráðskemmtileg mynd þar sem Johnny Depp fer á kostum sem seinheppni einkaspæjarinn Mordecai. Is this where the body was found? To the left of it. Johnny Depp, Gwyneth Paltrow og Ewan McGregor. It's entirely possible that I bumped my head. Mordecai, sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Nú færðu Nike í Líkam og lífstíl Kópavogi. Líkamoglyfstíl.is. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Strákarnir okkar eru á lengjunni. Tippað á HM í Katar. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hári Áttiðarsson snilling, þú ert að hlusta á FM 95 Blö og já, við erum konum með góðan gestinga í stúdíóið. Það er ekki bara Pétur Jóhann Sigfússon sem er nú gestastjórnandi með okkur í dag. Heldur er dómarinn okkar úr FM 95 Blö Gott Talent og einn vinsalasti dómari landsins, dómari í Ísland Gott Talent sem hefur einmitt göngu sín á sunnudaginn á Stöð 2, aftur. Er mættur í stúdíó, Jón Jónsson, velkomin. Já, takk hérlega fyrir. Velkomin. Hvað segir þér gott? Ég er búinn að breyta nafninu mínu í Motherfucker Joe. Motherfucker Joe.
Þannig að núna sitja þetta Motherfucker Joe og Coxsackin Jr. Saman, félagarnir Góðum gýr En, já, það er sko, þetta er nýtt fyrir okkur Því að Pétur Jón Sigfússon náttúrulega aldrei tekið þátt í F9 Blöð á talent Nei, ég hef aldrei tekið þátt í bara hæfilega keppni Ég var að hugsa þetta leiðninga Bara ég er svo fáránlega spenntur að sjá hvað hann ætlar að gera Hvað Pési gerir? Já Þú vist ekki þátt í hæfilega, þú tókst þátt í Finnastamar Íslands Það er hæfilega keppni Já, það er rétt hjá þér Það var 99 Það var 99, já Það eru 16 ár síðan maður Vá Það eru 16 ár síðan Hvað ertu gamall eiginlega Vá Veitu hvað, ætlum við að byrja? Má byrja svona? Nei, þetta illa gert að dómara Já, dómari Það var reynda geggja, við værum alltaf að hlæja einhverjum aldri Hvaðan ert þú? Veitu hvað, er þú gaman? Þetta sér fólk núna í nýri seríu Ísland Got Talent Jón Jónsson, hann gerir grín að keppendum áður að byrja Já, þess að brjóta niður Í hverju ertu eiginlega? Já, sýndu Er þetta buxur eða pils? Já, bjallan komin Ég get exað Já, það er gott Í fyrra var ég alltaf að reyna að fá Jón Jónsson til að þefa upp að hæfileika sem hann gerði svo loksins í einu þættunum svona finnur þessa lykt, þetta er lyktin að hæfileikum þú ekki að fyrir áfram ég var með 19 ár sem hann gerði ekki og ég var virkilega til að sjá hann heyra hann segja það var ég myndi graður senda það áfram Ég myndi graður senda það áfram ég bara geta það ekki núna Það er gaman að heyra hvað er gaman í vinnunni Það er gaman í vinnunni ekki síður hér Mannstíður Nei En eru þeir tilbúinir drengir? Já, á svona nokkurt veginn Eins tilbúinir og hægt að vera kannski fyrir svona keppni Ok, hvort viltu fá undan, Jón? Nýlegan og undan Þannig að Pétur Jón Sigfússon Þú byrjar hér í FM 95 Blöð á talent í dag Ok, sko Byrjar að tala með kynnerinn Ríkala óþægilegt að vera Það er svo gott að ég vil fá að byrja Má ég byrja? Ég vil vera Vertu velkomin, Pétur? Nei, hæ, hvað heitir þú? Ég heiti Pétur Jón Sigfússon Og vertu velkomin Takk fyrir Ertu stressaður? Já, töluvert Já, ekkert að stressa þig Hann býtur ekkert Jón Nei, maður bara, þú veist, ég er að frumflytja nýtt lag og þetta er svona bara lag sem ég samti sjálfur lag og texti eftir sjálf mig sem maður segir Herðu, ég veit að Jón býði en gangi ég vel Já, bara má ég byrja? Nei, Nei, já, ok Já, sæl Hæ Hvað ætlar að gera fyrir okkur? Ég ætla að flytja fyrir ykkur hérna frumsami lag og texta þetta sjálf mig Ertu búin að spila lengi á svona hljómborð? Nei Þetta er keypt úr Toys R Us sko Já, þetta er bara Toys R Us hljómborð Þetta kannski bara fyrir þessa stund Ég gerði það, já Keypti þetta bara fyrir þetta augnablik hér í dag Já, þú áttir hérna bara peninga og lausu sem að Já, þetta var nú bara, þetta kostaði ekki mikið sko Nei Herru, þú mátt bara byrja að það eru tilbúin Já, hvað þarf ég að spila lengi? Þú hefur 90 sekundur 90 sekundur? Já Ok, er það ekki nóg fyrir það? Býða eins Já Þarna kom Trump Heyrðu það? Nei, býða eins Þetta er einhver hæna Er þetta ekki tilbúið það? Býða eins Allir er ekki tilbúið Býða eins Þarna koma Aðeins á auka taktin í þessu Þetta er svolítið eins og litli bróður hafi fengið að koma með í þáttinn Þetta er alveg Ég má ekki segja neitt ég kynni Leita þér bæinn Það er búið að exa þig Í fyrsta sinni FM 95 Blöð á talent Þetta er exaður Allskotin slökktu á þessu Þetta er í fyrsta sinn sem að þetta gerist kæru hlustendur Það er exað í Ég á FM 95 ekki til Blöð á orð talent Jón Jónsson, það er exa mig, ég trúi þess Já, það er ex og hann hygg ekki við það Ég á ekki til orð Steindi, Ég var að leggja mikla vinn í þetta Það var eina sem að klúra eftir mér Textin er frammi sko. Já, það var eina sem klúðraðist í þessu Hitt og fullkomið Já, sko Steindi, þú veist hvað þetta er undir þér komið núna ef þú sleppur við X, þá vinnur Einmitt, ég verð að viðkynna ég náði ekki alveg að fara í einhverja textasmíð sko en við verðum bara að sjá hvað gerist Já, hvað ætlar þú að gera í dag? Slögt á þessu helvítis drastli
sorry Hvað ætlar þú að gera? Ég ætla að slöka á þessu Ég ætla sem sagt ég er með söngleik. Þú ert með söngleik? Já, ég er með söngleik. Þetta er sem sagt þetta er djúpt leikrit. Vá. Og það heitir Eyðimörkin Sahara. Heyrðu, erum við að fyrir að kveðja dýrin allavega í bili eða eitthvað? Já, það er engin dýr hérna en hérna, það er þarna já, ég ætla bara að leyfa kannski verkinu að tala. Dómar, tilbúin? Já, bara velkomin og gangið vel. Já. Og ég setja bara á stað þá undirspilið það. Já, erum við búin að spjalla, Jón? Já, sæll. Já, hæ, ég ætlaði bara svona að segja maður er að prófa, ég er komin hérna í sennilega 5. skipti, ég ætla að prófa nýtt. Já. Og ég stressaði fyrir því. Þú stressaði, já. Og hvað ætlar að gera ef þú vinnur 10 milljónir? Ég ætla að fjárfesta þeim. Spennandi og skemmtilegt svo. Gangið vel. Já, takk fyrir það. Það má hækka hérna í laginu sem ég sendi þér hérna. Ég er búin að púsla saman svolítið svona skemmtilegu lagi. Já, ég ætla að koma kannski inn á það líka, Jón, að þetta er söngleikur sem er bara púslaður úr hérna, þetta er bara tónlistin allur úr Mario Bros tölulegnum. Já. Má ég íta á play það? Já. Okay. Hvar er ég eiginlega? Ég hef verið að ganga í vitlausa átt. Ég trúi þess ekki. Heyrðu, ég stend í kviksindi. Ég er að sökkva hægt og rólega. Mun ég deyja hérna í Sahara eyðimörkinni? Býtu, hvað er þetta? Er þetta maður bara í kílómeters fjarlægð? Ég verð að kalla á hann. Sætletu vinur. Sætletu vinur. Þessi dularfulli maður tók í höndin á mér og byrjaði að toga mig upp. Ég var nær líf en dauða og ég var byrjaði að fjara út. Sælvertu. Já, sælvertu. Fyrsta skipti. Dómarinn staðinn upp í FM 95 Blöð og Talent. Þetta var lélegt maður. Þetta er ekki gest áður standing ó. Þetta er ólíkjum. Ég verð bara að segja svo Sko, þetta er sem getur gert í Ísland og Talent. Það er bæði Exal út og standing ó. Ég náður reyndar ekki að klára þarna millikaflan. Það var nú helvítið mikill texti sem ég átti eftir að fara með. En hérna, þannig að þetta var svolítið óskýrt. En það kemur ekki að sög. Það kemur ekki að sög. Það var engin. Já. Og ég glemdi að heyra þetta lag. Hann náði ekki að semja texta líka í þetta. Mér varst reyndar Jón, þú var svolítið snöggur á exami sko. Ég var ekki alveg komin inn í lagið. Þú varst ekki að fara neitt með þitt atriði, Pétur. En fannst ykkur þetta ekki vera svona? Máli var, ég get exaði strax, en ég beið eftir að píanóið kom inn, sjá hvernig það kæmi. Já. En það sem sagt var ekki bætan einu við lagið. Nei. Og augljóst að þú varst ekki með texta. En fannst ykkur þetta ekki djúp pæling? Hann var að sökkva og svo deyr hann í lokin og heyrir svona andan. Stórkostlegur söngleikur þér. Ég verði að viðurkenna það var mjög vel gert hjá þér. Ef þú væri núna það væri núna þú væri bara komið með samning við Borgarleikhúsið að var að fara að setja þetta upp. Hver væri leika hlutverkið í Eyðimörkin Sahara? Ég sé fyrir mér Arnar Jónsson, leikara. Já, akkurat. Arnar Jónsson. Sam og ég hugsa. Allan daginn. En þetta er ekki spurninga það, Jón. Nei, þetta er alltaf bara eins og þú sagði sjálfur. Þetta er bara fyrsta exi. Var þetta no-brainer? Og ég stóð upp fyrir þessum manni hérna þvílík heilt hjá þessum manni. Hann er að búa til heilsteypt leikrit sem að svona fekk mann til þess að bara hugsa lífið sko. Já. Frábært. Glæsilegt til hamingjustendi. Takk fyrir. Pétur Skammarstinn, Jón Jónsson. Alltaf gaman að fá þig í heimsókn. Yndislegt að koma. Og við minnum saman félagarnir og Ísland gott talent á sunnudaginn. Það er bara núna sunnudaginn maður. Fyrsti þáttur. Það var nú ekki alveg það sem að Pétur Jóhann Sigfússon gerði í FM 95 Blöð gott talent. Hann gaf ekki allt sem hann átti, enda var hann exaði í þessari keppni. Þetta er ekki rétt hjá þér sko. Ég gaf mig allan í þetta. Já, kannski. Ég gaf mig allan í þetta sko. En stundum dugar það ekki til. En sástu hvað Steindi var undirbúinn maður. Þetta er gaman að fara í þessa keppni. Ég elska þetta. Já, þetta er náttúrulega þarna kom vel á vondan. Já. Hann kom aftan að mér þarna Steindi. Ég verð að viðurkenna það. Eins og svo ofta áður. En ég get sagt þér annað að þegar ég er búin að læra orgelið
þá á hann ekki séns. Nei, þá er þetta búið. Þú kemur sterkur í næst. Og það er sama hvort það er Steind eða Gils eða hvað sem er sko. Bara ef við búin að aðeins mastera orgeli og ég er ekki break. Þá á engin break. Nei, og það sem er líka við erum reyndar að fara núna að heyra annan hæfileika hjá þér sem var kannski ekki í þessari keppnaðan, en það er frægur dagskrárliður í FM 95 blöð sem heitir Graðimaðurinn. Og það er svo sem ekki hæfileiki sko. Nei. Við skulum alveg róa okkur í því. Það er ekki hæfileiki komað graður. Nei, það er meðfætt. Það er meðfætt. En þetta er svona, þetta er silly. Meðfættur hæfileiki. Þetta er silly dagskrárliður sem við fórum reglulega í félagarnir alltaf. Og það er bara Pétur að hringja og hann æsist við svona skrýtna hluti og já, þú varst að vinna með heilbrigðisstofnun í dag. Já. Og við byggjumst að sjálfsögðu afsökunar. Ég hef aldrei mist af Graðamannum. Þetta er einn af mínum uppáhaldsdagskrárliðum bara frá upphafi. Já, ég get verið sammálaður í því. Mér er gaman að gera þetta. Ég byrst afsökunar fyrirfram ef að... Já, tekum á þessu. Heilsugæsla miðbæjar. Já, góðan daginn. Daginn. Ég er að hringja því að ég er eftir helgina þá á ég pantaðan tíma í svona ristilspeglun heitir það víst. Já. Og það er reyndar ekki hjá ykkur, ég næ bara ekki í sambandi við spítala. Já. En við langar svo að fá upplýsingar um hvernig þetta er gert. Af því að ég veit ekki hvað ég er að fara út í. Nei, heyrðu, ég ætla að gá hvort það. Ég er svona stressaður fyrir þessu. Já, ég skilji. Og þú veist, þarf maður að fara úr fötunum til dæmis eða? Ég þekki þetta ekki. Nú ætla ég bara... Ég ætla að athuga hvort að hjúkrunarfræðingur á vakt getur talað við þig og augnablik. Já. Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að fá upplýsingar ristilskoðun þetta hjá okkur. Já, það er einhver... Ég er að fara í slikti eftir helgina. Já, ok. Ég er alltaf í norðinu eitthvað svo stressaði fyrir þessu og ég gæti ekki, mér vantaði bara að fá upplýsingar hvernig þetta er gert. Getur þú sagt með það? Ertu að fara í ristilspeglunni gegnum heimilislækni hérna á stöðinni? Já, nei, það er bara upp á spítala. Já. Það bara svarar enginn þar. Já. Þannig að... Og ertu að fara að mæta mánudaginn? Já, það var einhver vinnufélagi minn sem var að segja mig að þetta var gert bara í gegnum munnin. Getur það passað? Ekki orða fyrir ristilspeglunni. Nei, en hvernig er þetta þá gert? Það er gert ef þú ert að fara í magaspeglun, þá er það gegnum munnin, en að sjálfsögðu ert að fara í ristilspeglun, þá er það farið upp endaþarminn. Endaþarminn? Já. Já. Og þarf maður þá að fara úr buxunum með það? Já. Og hvað hvað er þá setti eitthvað rör eða hvernig er það? Já. Það er svona speglunartæki sem þeir nota. Já. Og sem þá setti eitthvað krem eða mýkingakrem eða ef ég deyður eða hvernig? Er ég svæfiður á með það? Ef ég vil eitthvað fær fólk eitthvað slakandi? Já, þannig að ég fæ það í skoðunni. Já, hver er kennarnafni? Liggi þá bara, þú veist, bara með buxurnar á hælunum eitthvað stað, ég meina, hvernig er fullt af fólki þannig í kringum þegar þetta er gert? Ég er ekki viss að ég kunni við það, að liggja þannig með buxurnar á hælunum, þessu óþekki strákur sem ég er. Að ég er náttúrulega búin að vera óþekkur. Ég er búin að vera óþekkur. Já, þetta skilið. Já, þetta skilið. Það fá kannski rörpar. Já, kannski skilið, það getur vel verið. Já, en herðu. Finnst þér að ég eiga að skilið? Finnst þér það? Ég ætla bara... Finnst þér að ég eiga að skilið að fá bara rör yfir allir? Ég ætla bara... Það er það sem að þú... Það kveðja þig núna. Já, þannig að þú ert svona þess. Já. Já, eftir bara í... Bless. Já, bara í læknarslopp og láta mér að fá rör. Alltaf saman þetta var samt sko, hann var meira hrættur núna. Okkar græðum hann var alltaf æst svona bara, já, segðu þú veist, kallaði með þetta hann byrjuð stressaður. Já, þetta er bara nýtt ábreiði sko. Hann var hrættur en samt pínu gráður. Hann byrjuð að skipa fyrir það til lokin. Já, hann aðeins sko. Já, hér eftir skamastund förum við í vonda atið. Steindi er með, skal ég ykkur segja, engamálið. Já. Við möttum að fara í sturla staðarindir, korsmyndur frekar, nóg framöndan. Vil ég setja hérna rör upp í, viltu það? Já. Viltu það? Óþekki strákur sem ég er. Þetta er svo gott með þér, anskotin. Spennan magnast í Dominos-deildinni. Skelltu þér á leik með þínu liði og láttu vel í þér heyra. Dominos. Amino. Hefur þú prófað Amino Intra æfingadrykkin frá Cymex? Líkam og lífstíls Kópavogi. Líkam og lífstíls.is
Langar þig í heimsreisu, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó á Tælandi, lærað surfa á Bali eða upplifa menningarundur Indlands. Hafðu þá samband við okkur. Kilroy, við látum drauma rætast. Kilroy.is. Ert þú debit- eða kreditmanneskja? Hjá okkur skiptir það ekki máli þar sem við tökum við öllum kortum. aha.is, tilboð, verslun og veitingar. Síminn, Karlsberg Léttum og Icelandair kynna Jamie XX á Sónar Reykjavík í Hörpu dagana 12., 13. og 14. febrúar. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Stór útsala tölvulistans í fullum gangi. 1000 tölvuvörur á allt að 70% afslætti. Tölvulistin. Komdu inn úr kuldanum og fáðu þér pítsu á Laugavegi. Eldsmiðjan. Rýmum til fyrir nýjum lögum. 20% afsláttur af allri tónlist. Tónlist.is. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga. Þetta FM. Mama called about the paper, turns out they wrote about me. Now my broken heart's the only thing that's broke about me. So many people should have seen what we got going on. Pétur Jóhann Sigfússon grenjandi yfir þetta sé allt og rólegt lag á Þetta föstudaginn. bara hrikalegt lag. Hvað þetta? Er ekki föstudagur í þessu lagi? Nei. Var ég að skita á mig þetta? Nei, bara út úr kerfinu með þetta lag. ASAP. Já, allavega ekki á föstudegi. Þetta lag heitir Happy Home og með Hedegaard. Já, þetta svona þriðjudagskvöld, svona 12:30. Já, en það já, bóndadagurinn í dag, drengir. Ég ætlaði að spyrja, fenguð einhverjar, búin að fá einhverjar gjafir? Nei, ekki strax, ekki ennþá. Já, býtum. Ekki ennþá. Þið fenguð ekkert breakfast in bed eða eitthvað svona heima hjá ykkur? Nei, ég nei, konan fór endar, hún með góða afsökun, hún fór snemma út að vinna. Já, mín líka maður. Hún var bara farin, sko. Hvað, ertu að vonast eftir ykkur í kvöldstendi? Já, ég var nú alveg til í að fá eitthvað, veitir hvað ég við? Eitthvað ding. Nei, hvað var pizza þá? Nei, ég var alveg til að láta gilla mig bakið. Já, eitthvað svoleiðis maður. Kannski leiði það eitthvað. Láta gilla sér bakið, en já, það er ekki bara bóndadagurinn, heldur hún en þú veit þið, Anna Líney, 23 ára í dag, og vitið hver það er? Það er dóttir Ævar Gött Mönnsson, svo ég ætla að senda ammæliskveðju á hana hérna. Anna, þú ætla að hlusta innilega til hamingju með daginn. Þvílíkur meistari sem hún til hamingju með daginn frá FM 95 Blö. Já, og við þökkum líka MS, við fengum hérna bóndagjöf frá MS. Já, MS var að senda okkur hérna glæsilega körfu með hvítt og raukt og keks og ostar. Þau kunna þetta. Já, ostarhnífar með þess að líka. Já, verður ekki að skipta þeim einhvern veginn? Já, ég væri nú til að eiga einn ostarhníf. Við viljum endilega minna fyrirtæki á það, endilega vera að senda okkur gjafir. Við elskum gjafir. Við þurftum það ekkert. En það er eins og komið að sturlum staðrendum hér í FM 95 Blö. Ég er bara að hlakka til. Já, og ég er svo ánægð með það. Pétur Jóhann Sigfússon, þetta var alltaf upp á hliðum hans. Ég ætla að vera hreinskilinn. Ég sakna smá þegar þú varst búin að henda einni villivinn og maður átt að spotta hana. Okkur minnur alltaf á þetta þegar við erum að fara í þetta. Ég hefði ekki það gert þetta í dag, hefði sagt þetta í dag. Hefði verið æðislegt. En þú getur ekki hugsað fyrir öllu þetta. Nei. Það er hárrétt, já. Kottum með þetta. Hver er fyrsta sturlaða staðarinda? Er hún sturluð? Já, hún er ágætt. Petiofóbía er hræðsla við dúkkur og er algeng. Já. Og er algeng fóbía. Vistu það, ég skil þetta vel. Akkur, þetta er hættu við dúkkur? Nei, þú veist, en bara dúkkur geta verið mjög creepy. Já, reyndar. Alveg hrikalega creepy, svona postulindúkkur sérstaklega. Sammála því. Eina bestu bíómyndur sem maður sé, hann að Chucky. Dúkkan var morðum dúkka með nýfur. Eina bestu myndir sem maður við séð. Já, bara svona í hryllingsmyndaflórunni þá er Chucky bara. Já, það eru klassískar, sko. Hvað komið marga? 16? Já, leiðu þetta fara að vera sko. Leiðu að koma Bride of Chucky þegar hann fór að giftast einhverju drastíu. Svo tók hann hérna, ég gleymi aldrei hann tók hníf út. Geðvig dúkka í jakka við það. Að gifta sig? Já, svo tók hann köku, svona hníf úr köku og þá heyrði svona tjing. Hljóð úr því, þetta er svona alls konar förðulegt dæmi. Munið ekki líka eftir trúðunum í It? Jó, hann var náttúrulega skeri. Áralega góð mynd. Ég myndi aldrei horfa á hann ég myndi aldrei stinga haustum á mér hann í horrorþessi, aldrei. Nei, ekki eftir hana. Þannig að ef það eru rætt við dúkkur að núti þá er þið með petiofóbíu. Petiofóbía. Og við myndum ekki dæma ykkur. Nei, banna að dæma. Næsta, fiðrildi smakka mati sem er löppunum.
Það er svolítið skemmtilegt, það eru bragðlaugarnir þeirra og árið að borða þannig að tjekka með löpunum Bara dýfa löpunum og njú þá vita við hvernig þetta smakast. Þetta er það sniðut ég var til í það mann. Þetta er það sem ég elskar, Pétur Honum finnst þetta svo athyglisvert sturlaða staðreyndir. Það er svo þægilegt að hafa svoleiðis mann í þessum dagsfjöli. Hann byrjar bara strax að hugsa já, herri, ég setur það að lafa þetta svona í. Það er það gott maður, verið ykkur stær ykkur í fertusamali maður og tvoða bífónum hann í kökuna maður öllum drullu saman. Þetta er gott maður. Þú varst ekki að smaka það? Jó, ég er að spræði í gegnum tætnar mann. Hvað ert að gera? Ég er að smakka kökuna. Ég er að smaka það. Já, þetta er góð staðreynd. Sturluð. Þú ert líka svona létt fiðrild í þér, Pétur, eða ekki? Þú bara svona svífur Já. Með engar áhyggjur. Það gæti verið, Það gæti ekkit verið, ég er nú búin að þekkja það lengi. Þú gerir það. Ég svífum. Já, svífur áhyggjulaus. I'm a butterfly. You're a butterfly. Ég er butterfly. Já. Steindir akkurat öfugt. Ég púpa. Hann svífur ekki hann skríður fullur af áhyggjum af öllu. Ég er bara svona, eins og ég er svona Ég er svona bara eitthvað púpa, ég er ekki búin að blómstri í fyririldi. Nei, þetta er þetta í fyririldi. Já, ég skríð bara og er með fullandi áhyggjur og magasár. Svona dægufluga sem er tjekka á Já. Hvað er þetta? Djúð, þetta flott. Frussandi eitthvað. En ég er samt aldrei, ég er aldrei neitt áhyggjufullur. Þú stundum ofhugsar hlutina, ekki það, ég gerir það nú sjálfur. Já. Það er ágætt. Já, það er ekkert að því. Næsta sturlaða staðreynd, það fólk sem virtist ekki syrgja Kim Jong-il var sendt í pyntingabúðir í 6 mánuði í Norður Kóreu. Þannig að ef þeir sáu á fólki að þeim leið ekki illa yfir hann væri dáinn, þá var þeir hent í pyntingabúðir. Þetta er rosalega. Viðbjóður maður. Hafið ekki séð vídeo að þessu? Jó, þú veist, þegar liðið er að rembast við að koma með einhver kreista tár út sko. En eru það kreista, öllum drullu sama eða eru það sirkjan? Nei, það er öllum drullu sama. Það er bara að vera kreist út sko, og bara þóra ekkert öðru og svo er einhverju, þú veist, 100 strákar að spila á kassagítar á kantinum sko. Svo 30 ára strákar sko. Segðu þetta betur, ég fattaði ekki eins og í dag þegar ég var að gera sturlaða staðreyndir. Ég skil ekki hvernig ég gæti glemt í, en ég var búin að gleyma eitthvað, þú ert mikill rosalega John Travolta maður. Af því að hann er í sturlaðum staðreyndir líka. Nei! Já, og það er ekki tengt því að hann sé að áreita einhverja nuttstráka. Feed me maður. John Travolta átt að leika Forrest Gump, sturluð staðreind. Nei! Jú. Þetta eru rosalega fréttir. Talað að þú veist, ég vilja sjá hann í því. Tom Hanks fekk náttúrulega Óskarinn fyrir þetta. Ég, með fullri virðingu fyrir vinninum John Travolta, hann hefði ekki getað gert það betur. Jú. Nei. Hann hefði fengið Óskarinn og Golden Globe. Og hann hefði sópaði sinn sko. Og Emmy. Travolta sem Gump maður. Svo er það næsta, Ernir stunda kynlíf fljúandi. Eina dýri. Já. Það er nú bara... Þetta vissi ég nú. Já, gefur augalið. Það er heldur cool. Það er gefið það augalið. Þetta er einu fugl sem gera það, sko. Já, örnin er hann er flottasti fuglinn. Og þar alveg hann lítur hann að, þú veist, þetta er svo töff. Já, þessna stundur að flottasta kynlífi. Já, einhverstaðar í hálóftunum. Þú veist, það væri svona spes að sjá þetta, sko. Svona kíkja upp og sjá 2 annan. Já. Lítur örgulega, ég geti trúið að þetta liti út fyrir okkur mannfólki eins og bara slagsmálið eitthvað. Þeir eru bara einhverstaðar. Ert þú spenntur fyrir svona dýraklami? Nei. Þú sagði að það var svo gaman að sjá þetta. Spenntur? Hvers konar spurning er þetta maður? Hvers spurning er þetta maður? Spenntur fyrir því? Þú varst að segja að það var gaman að sjá þetta. Þú varst að segja. Við erum að tala hérna vísinda. Ég er bara orðlis, hvað heldur að hvað er þetta að tala um? Mér finnst þetta rosa ljót spurning. Þú varst að segja það væri gaman að sjá þetta. Ég er bara gaman að öllu svona. Hann var ekki að meina þetta svona út. Nei, hvað heldur þú að koma heim til mér bara mýgandi fullur heim og fara að kúkla eitthvað svora? Hvað er rugglir þetta í þig maður? Ég á ekki til ólum að þetta er rosa. Ég ætla ekki að svara þessari spurningu. Hérna næsta. Þú ert svo mikil fáiði. Það er ótrúlegt. Þú varst að segja að það væri gaman að sjá þetta. Þá fór ég bara að spyrja, ertu spenntu fyrir eitthvað svona dýra? Nei, ég vildi bara sjá örnin. Ég ætla bara að taka tilbaka. Ég var ekki til að sjá þetta. Ég ætla bara að vona að ég sjá þetta aldrei. Ég tekið þetta tilbaka líka með. Ég vil ekki sjá það. Þú varst að vera með 10 tær til að skráði í herinn í Bandaríkjunum. 10 tær? Er ekki allir með það?
Já, sumir er kannski búin að missa þetta á. Já, þá fær ekki að koma í hér. Þá þú getur líka fæst með fleiri svona auka flippa einhver, svona nappa. Já, samvaxna tæri. En hugsaðu, þú getur kannski verið bara einhver besti flugmaður í heimið, en mist tanna, þá getur ekki skráðið í hérin. Er þetta ekki svolítið ströng regla? Þú eru með alla tærnar. Já, þú ert kannski, þetta er rosalegt, þú ert kannski búin að fljúa í gegnum öll prófin og svo heyrðu, já, þá er bara eitt eftir að sjá á tærnar. Býtu hvað, akkur? Þetta er bara fónsatrið, við erum að okkur út með 10 tær. Nei, ég finna, hvað minnur, er ég ekki búin að fljúa í gegnum allt og er ekki allt klárt? Jú, allt klárt, en við erum bara að sjá þetta hérna. Það er bara, farðu skónum og sokkonum okkur að kíkja á það. Nei, ég ætla ekki að gera það. Tóka nú sokkonum. Já, láti ekki sama, farðu úr þessu. Heyrðu, þú ert bara með 9 tær. Já, og hvað? Já, þú ferð ekki í þinn. Þú veist, það er ömurlegt maður. Ef þetta atriði myndi verða til þess að þú ferð ekki draumin uppfylltunum að vera orustu flugmaður. Ég held að þú getur alveg verið góður hermaður þó sett með 9 tær. Nei, greinlega ekki. Hvað gerir litla táiðin? Þetta er eitthvað jafnvægis. Já, þetta er rosalegt. Þeir vilja ekkert hafa þig bara í fremstu viglinu og svo ertu bara með einhverja, kannski 7 tær og alveg draghaltur og allt í rugli. Já, með jafnvægin í rugli. Bara eins og þetta vakandi fullur. Já, bara fylgi mér og hleypur út í sjó eða eitthvað, það er ekki hægt. Það er náttúrulega sem gerist út með 7 tær, þú bara hleypur á ská bara út í sjó. Þú missir missir áttir, sko. Ok. Þá er það næsta og þetta er eitthvað fyrir þið Steindi, svona með hérna áðan. Já, þetta eru einhver sem reykir bak og sjoppur eða eitthvað. Nei, suma mörgæstir stunda vændi. Já. Það er bjóða kynlíf fyrir steina. Og þetta er rannsakað, sturlu staðrind. Fyrir steina? Já, fyrir svona pebbles sem eru svona steina sem þeir gefa svo, veist, öðrum. Býtu, ég skil þetta ekki. Ég sá einhvern tímann í sjónvarpinu að mörgæsir væri bara með 1 maka í gegnum allt líf. Já, þeir eru að verða ástofnar. Já, þeir eru að verða, svo er þetta hórast alveg bara allir með öllum og kampavín og vesen áður en það gerist. Já, það er allavega mörgæsir sem stunda vændi. Nó, það er bara styrlu staðrind. Hvað segir nokkra grjótvölur hér og við tökum með þuðlandóla mín? Grjótvölur, ég var alveg til í það. Já. Grjótvölur. Já, eitthvað svona pebbles, er það ekki einhverju svona? Það er rétt. Heyrðu það, næsta. Svo kemur næsta sem að mér finnst æðislega. Hvar grefur þetta helvítið upp maður? Ótrúlega. Ég er með svo marga síður, þetta er alltaf að vera erfiðara, sko. Þetta tók mig 3 mínútur þegar FN95 blöð byrjaði. Það tekur mig klukkutíma í dag að finna þetta. Þessum ég ætla að hlóa í dag, hef gaman að henni. Svín geta orðið alkoholistar. Já. Ef að þú ert að gefa svínum áfengi og getur þau orðið háð áfengi og blind fullum alltaf hættu þessu röflima og bara drekki yfir þig verða þetta skamma þetta er alveg ljóta röflima ekki hlusta á hann er alltaf með eitthvað vesen þegar hann búin að fá sér ég er líka að tala í sín djöfisins fyllibit eftir hvernig láta þér eitthvað er erfiðir eða í glasi? Svínin? Já. Ég bara hef aldrei hitt fullt svín því miður. Það getur, Þetta er vesen líka, það eru sko elgir í Finnlandi, þetta er vesen þar. Já, sem verða fullir, út af berjónum. Já, og sólin er að, hún gerir hérna, þeir eru að geta berin sko, það er svo sem dett úr tránum. Já, þá er það fullir af því. Og verða dónalegir sko, þeir fara að hrjá túrista og það er búið að kvarta utan. Bara með svona kynlífs? Nei, bara svona vera kræfir og spurningi með svínin, hvort þeir höndli áfengi. Þetta sé ekki bara eins og bara með mannfólkið. Sumir höndla þetta og sumir ekki. Þetta sé ekki til svona svín sem er ógeðslega böggandi og leðilega á djaminu og sum svín sem kunna þetta bara. Eitthvað svín sem er orðið erfitt kannski svona klukkan svona 4:30 á B5 búin að tá sér alltaf mikið. Ég vil þeirra búin að fá sér núna. Æ, hann er alltaf svo leðilega eftir 3 maður, þetta helviti svín. Er ekki talað að drekka eins og svín? Þá er það að drekka mikið. Ég var alveg til að taka eitt skot með svín, ég veit ekki hérna. Já, ég henda sér eitt græðan gæjól á Bjarnarfell. Herru, svo er það næsta. Þetta komið alveg niður í smáandri. Meðal manneskja fyrir á klósetti 6 sinnum á dag. Já. Passa það ekki? Já, ég sé það. Jó, ég held að. Já. Svo er það síðasta styrlaða staðurinn dagsins. 6 sinnum á dag, sagður. Já. Á Spáni boða það 6 ára óhefni að skála í vatni. Þannig að þau eru á Spáni, ekki skála í vatni, kæru hlustendur. Hvað gerir það líka maður? Það er nú bara lúðalast sem ég heirt. Það er eitthvað rangt við það. Þetta voru styrlaða staðurinni, hvað var best í dag, Pétur? Fiðrildin sem að finna bragð með fótónum. Þú varst mjög ánægð með það. Mjög ánægð. Mér fannst svínin. Þið fann svínin. Mér fannst það allar góðar. Hér eftir smá stund. Fleira góðgæti. FM 957 kynnir 5 líkamið. Nú eru salatdagar á fabrikunni. Þeir sem eru ekki í stuði fyrir franskar geta skipt út frönskum fyrir girnilegt salat. Hamborgarafabrikan. Við kunnum líka að gera góð salat.
Amino Energy gefur þér auknu orku fyrir æfingu eða hvenær sem yfir daginn. Amino Energy inniheldur meðal annars vatnslosandi grænti og engan sykur. Það risapottur upp á 210 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 við tippum. Ertu í ræktinni? Við erum hluti af heilsuátakinu þínu. Serrano, sennilega hotlasti skyndibitinn í bænum. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Útsalan hafin. FNF Kringlunni. Blómvendir sem gleðja. Garðheimar. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það Böndal, Steindi Junior og Peter Johan. My man, Peter Johan. Já, ég sem að breyta sko, að vera ekki Peter Johan heldur Peter Johan. Mér finnst það meira með Peter Johan. Það er svolítið sænst. Það er ótrúlega, Peter Johan. Já, svona samanberi sko Peter Johan. Já, Hound. Þú veist, út með Greyhound og Peter Johan. Peter Johan hundur. Það komið á dagskrárliði sem að Steindi allar henda sig núna og heitir Engamáli. Og ég er svo gaman að þessu, ég er hrikalega gaman. Við höfum oft tekið þetta saman en við veitum bara svona ef það gengur illa þér að kannski hendi ég þetta. En við byrjum á þér að því þú ætlar ekki að vera íslenskt slúður. Ég er náttúrulega með myndur fyrir cash og kortmyndur fyrir eitthvað alltaf. Þannig að þú þarf til að taka eitt lið núna. Og þeir sem hafi ekki heyrt þetta áður, svo við höfum nú gert þetta svona einhvern tímann, sko, þá er þetta, þú ert í rauninni hringir og þú ert búin að vera kjarkað upp í þetta í allan dag og allt þetta fattaru, af því að þú varst að tala við þessa konu í gær kvöldi á Engamál og hún kemur náttúrulega fjöllum, þetta er æðislegt. Og gríni gengur út af, fyrir það sem hafi gert það, gríni gengur út af, þú ert að reyna að fara að bara spitbála nöfnum sem þú ert með á þér. Drita nöfnum. Það er ekki eftir neina að byrja hvaða nafn ætlar að vinna með í dag. Herðu, Helga. Helga, það fyrir á já.is og skrifa Helga, þetta er ekki flóknara en það. Nei. Já, ok, hérna. Pæli því maður, nú er einhver Helga að fara að fá bara símtal og eitthvað bull. Helga. Halló. Já, halló, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, ég afsaki hvað ég ringi sent, ég ætlaði nú að ringja hátteginu, maður er bara, heila bara búin að vera að manna sig upp í þetta í allan dag, maður, svona fyrsta skipti sem maður svona, ég lætu verða því að ringja. Hver er það? Þetta er Fittukirtill 81. Viltu nota alvöru nafnin eða? Hver er þetta með leyfi? Þetta er utanbólsmótorinn. Gunnar, heiti ég. Alvöru nafnin mitt er Gunnar. Já, ég var bara spáðið svona hvort það væri hægt að plata þig kannski í kaffi eða pilsner eða eitthvað svona skemmtilegt, sko. Skjá laugardaginn eða eitthvað svona. Hver er þú? Þetta ekki hringi eitthvað vitlaust. Býtu, er þetta ekki Rauður Nappi 79? Vorum við ekki að tala saman í gær á engamál.is? Nei. Nú? Býtu, vorum við ekki að erum við ekki búin að spjalla saman núna í vik? Er þetta ekki Grettupat 82? Hver er þú með leyfi? Hvað dóla gallast þér? Afsaki, ég hlýt að vera að hringja. Er ég ekki að tala hérna við Sykursíki 62 eða Trampsnap 84? Vorum við ekki á... Hver er þetta eða? Dóla að tala þetta eða? Þetta er nú bara hálfgjört sjokk. Ég held við varum búin að tala saman hérna. Greinilega ekki, ég er ekki humdum hver þú ert. Hver er það? Ég kalla mig Mjaðmarsbygg 33 hann inni. Ég heiti Gunnar, við erum búin að vera hann inni. Ég er búin að vera... Ég er enda með nokkur nöfna. Ég er líka stundum undir haugadrukkin og ógislegur. Ég held að við varum búin... Þú læst að krullega eitthvað. Mikið er þetta. Já, ég tók mér nú smá tíma að manna mig upp að ringja. Þetta er nú frekar neyðalegt. Ég kannast eitthvað við. Þú hefur aldrei verið að inn á? Nei, mér. Það er ekki eitthvað villast. Já, heyrðu, þá afsaka ég bara... afsaka þetta. En kannast eitthvað við fólkið að inn á? Ég veit ekki sem gott að tala, góðurinn. Ég veit ekki sem gott að tala. Þú kannast ekkert við kynfæraróða 32 eða hlandremmuna eða stingismell í 67? Nei. Aldrei heyrt vaselíndolluna eða neitt af þessu? Sorry, nei. Ég var nú alveg, þetta er nú alveg,
Mér þetta mæntum við að myndi hægt að hlæja að mér, sko. Þetta er ekki fallegt að þér, en ég Nei, allt í lagi, já, afsakaði þetta, ég verð bara að heyra einhverjum öðrum, ég er nú með nokkuð númer hérna, það er hérna losti fyrir tippaosti 33 og fílin Nelly, trút 86 líka, hefur nú áhuga á mér, þannig að ég vil nú bara heilsa þér, hef ekki mikið ertu illa innrætt. Takk fyrir að gera daginn svona góðan, en síðan þú er bara reyna aftur. Takk fyrir þetta, takk, bless. Hvað með æðislega hlátur sem við á maður? Ég var byrjað að grenja og hlátur eitthvað hún hlá. Henni fannst þetta gaman maður. Já, þetta er bara eitt uppáhalds einkamáli mitt ever. Hún byrjar, nota bene, hún byrjar brjáluð. Hvað dónakall er þetta? Hvað er þetta? Í lokin, hún vældi og hlátri, sko. Já, þetta bara... Ég ætlaði svona að ringja og aðeins að svona troll í liðinu, en svo bara en ég bjargaði fyrir henni deginum, hún sagði það er mjög gott. Við förum sátti frá þessu. Og þessi nöfn á það hjá þér. Hvað nöfn eru? Hvað var þetta drutti fyrir dippaost? Hvað var það? Og bara síðuspygg 66, hvað kallar sér það maður? Þetta er allt svona að inni, strákar. Hefur farið að inn og skoða? Nei, reyndar ekkert mikið, en ég fór inn til að fara inn að fá okkur að reppa á nöfn. Það er nú engin með svona nöfn, en þetta er svona í áttina. Ég sá leðugrímu að inna og svona þannig, sko, en tippaostur, ég losti fyrir tippaosti 33. Þetta var engamálið. Steindi, hann var ekki með íslensk slúður í dag, hendi engamálið í staðinn og já, bara sem betur verið, því þetta var æðislegt. Þetta var æðislegt. Watch you eat it, I still don't know why I love you so much. Oh. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð, hér á FM 957, það er Steindi Junior, Auðun Blöndal og Peter Johan, Peter the Pussy Eater. Þetta ertu, elsku vinur. Sannur heiður að fá að vera með þetta kæru hlustendur. Þakka ykkur innilega fyrir að nenn að hlusta á þessa vitleysu. Rosalega, þetta er rándýr gestastjórnandi. Já, enda það er búið að þétti okkur dag. Og nærveran í stúdíónu, hún er alveg rosaleg. Ég var að kíkja klukkuna her, hún er alltaf nú 5:30, þetta er fljótt að liða. Heiðurinn og gleðin og hamingjan öll mín megin. Time flies when you're having fun. Það er svolítið þannig, sko. Það er alltaf svo leis. Og nú skulum við ekki glemma því að í dag er föstudagur. Já. Og það er bara 1 vika eftir að janúar. Já. Í rauninni. Já. Og þegar janúar er búinn, þá kemur febrúar. Já. Og þegar febrúar er kominn, þá er nú stutt í mars. Þegar mars kemur, þá er vorið svolítið. Já, þá er það dottinn. Þá eru menn komnið með nett vor í pungin og fara að glitta í sól. Þú vilt meina að það styttist í vorið? Það er svakalega stutt í vorið. Ég er sko, vorið er uppáhalds tímabilið mitt á árinu. Besti tíminn. Af því að sko, þá er svo stutt í sumarið. Sumarið er ekki þú ert ekki byrjar að eyða sumrinu. Það er líka bara miklu betra veður og betri stemning á vorin enn á sumrin hérna. Mæ, júni það er besta stöfið. Apríl, mæ, júni. Já, apríl, mæ, er þetta ekki bestu mánuðir á Íslandi? Já. Ágúst og júli með bara. Hvað er hlakka til að kemur apríl? En nóðum það viljum að fara hér í dagskrálið sem heitir Kortmyndur fyrir ykkar. Tölum lengur veðrið. Svo hefur við líka eftir að fara í vonda atið. Já, maður talar aldrei of mikið veðrið. En það er samt að sko, leið og kemur gott veður, svona ángríns, þá byrja allir sko, það er enginn að njóta þess að vera úti í góðverðinu. En það kemur gott veður, þá fyrsta sem fólk gerir er að banka upp á hjá nágrannum og svona tala hvað er gott veður. Hvað viltu gera? Það er bara mjög gaman. Hvað langar það að gera? Maður myndi við að maður ekki að fara út og gera eitthvað með félögunum. Já, þú getur talað við náttúrulega Nautalsvík. Fara nýri Nautalsvík með það og vera á brókinni það. Ég hef aldrei tekið það. Fullt af fólki sem gera. Akkur gerir maður ekki? Gilsari segist gera það. Ég fer ofta á það. Þú veist, sést sumar. Ég er ekki að grínast, ef það var geðað veður. Ég var til að vera bara með frisbee að kasta á milli. Já, frábært. Ég elska allt svona. Finnst ykkur ekki gaman þegar í útilegum og það er gott veður. Bara það þarf ekki vera annað en að bara kasta bolt á milli. Það er bara stemming. Já, en það kasta bolt á milli, það er nú
Þá getur hún kannski alveg einn stað út í hotni og bara hort á vegg. Nei, út náttúrulega bullandi í því, ég myndi að kasta boltanum, sko. Við ætlum að fara hérna í kortmyndur frekar. Ég viðurkenni, kæru hlustendur, að það var smá vesen, Pétur, Jóhann, þú varst með hérna veikan strák, þannig að við þurftum að fara beint í klefan þegar þú komst. Ég glemdi mér aðeins með kortmyndur frekar og ég dritaði þessu niður á meðtíma. Ok, þannig að þú ert í raunin að segja að þetta er svolítið barnalegt í dag? Nei, þetta er barnalegt, en kortmyndur frekar hefur verið erfiðara, held ég. Ok. En skiptir ekki máli, ég held að þetta er alveg samt að vera skemmtilegt. Fyrsta spurning, drengir, og þið svarið bara saman tíma. Já. Kortmyndur frekar vilja eiga ljón sem elskar ykkur eða dreka sem dýrkar ykkur? Eru til drekar? Nei, en þá væri hann til. Bara eins og Game of Thrones. Hvort myndur frekar vilja eiga ljón sem dýrkar þig eða dreka sem... Nei, ljón sem elskaði eða dreka sem dýrkaði. Já, mætti Halldór hafi verið að kýla í rauða skúringa þegar þú skrifaði þessa maður. Nei, þetta er bara, ef það væri til dreki, bara eins og Game of Thrones. Ég myndi velja dreka, alltaf. Ég líka. Já. Hann er í drepin held ég strax. Akkurru? Ég myndi velja ljóni. Þú ert allt í henni með dreka fljúandi bara yfir. Þú ert með dreka fljúandi yfir hann í Mosóhöður. Já. Hvað ætlar að sjöldum sama það? Spúandi eldi og eitthvað. Hvað, er hann bara plaffaði niður? Ég veit ekki, ég held að hann ekki fá eigan. En er hann ekki, þetta var hlýtur að vera góðu dreki, taminn dreki? Þetta er náttúrulega trikk spurning, sko. Þú getur ekki sagt bara myndir að velja drepan. Siginn, hann er drepinn, strax, þetta er 5 minútur. Það verður þetta að velja ljónið. Já, þú veist, ég sagði það er ekki til drekar. Nei, en eður verið til. Já, þá myndi ég velja dreka. Já, hann er drepinn strax. Eður verið til, þá verður líklega ekki drepinn strax. Nei, kannski ekki. Ég held ekki, sko. Þá var þetta svo mikil fegur sem býr yfir þeim og fljúandi og spúandi eldi og það var allir svo bara vákvæði flott. Ég er alltaf að bíða eftir í Game of Thrones að drekarnir fara á stað. Hvert? Er ég breytið það? Hvert? Bara í stríð og eitthvað. Já, en býtu það, er Game of Thrones núna? Er það byrja? Það fer að byrja aftur. Já. Næsta spurning. Ok, þetta var frábært. Þessi hérna spurning, og nú er ég ekki að ljúga. Þessi hérna spurning hefur, það varð gríðalegt rifrildi út af þessari spurningu hjá mér og bestu vinum mínum þegar við vorum saman í New York fyrir 2 árum síðan. Það var ég og Sverrir Bergmann og Árni Ragnar og Ofurhugi. Og það var mikið rifist og Sverrir Bergmann var einn í liðu. Ég ætla að sjá hvað þið segja núna áður en útskýra þetta betur. Hvort myndi frekar vilja vera besti skákmaður í heimi eða besti básunuleikari í heimi? Mér finnst líklegt að þessi hafi verið að rífast ykkur og hann hefði viljað vera besti básunuleikari í heimi. Ég myndi taka skákina maður. Já, myndi ekki bara allir í heiminum gera það? Ég myndi líka gera það, jú. En þú veist, ég held að sé nú engin stóri peningar í. Í skák? Er það? Meirinn í básunu. Ég get alveg lofað því. Heldur að sé ekki svona moldríki gaurar í Katar og eitthvað að bjóða þeir að koma og tefla þessi? Pottit. Og þessi nossari þarna, hann á fullt af pening. Sem er núna efstur á heimslistan. Og þú verður líka svona alveg nett celebrity þú ert besti skákmaður í heimi. Sérðu, Kasparov og Fischer ekki það að þeir hafi verið eitthvað syndandi cash og sem enn. Nei. Getur þú nefnt með eitt básunuleikara? Nei, en ég hérna... Það er örgulega svolítið erfitt að mæla, þú veist, þessi gæi er besti básunuleikari í heimi, vegna þess að í skákinu fer ekkert á milli mála, þú veist, þú vinnur skák eða tapar skák. Já. En þú getur ekkert farið í básúnu einví, skilur það sem að hann bara allir að spila maður, hann er geðveitt góður einví menn. Þetta er fanta góður básúnuleikari, ég hef aldrei heyrt hann aðeins. Sér það að fyrir svona dual eða eins og dance-off, bara básúnu off. Já, bara básúnu off. Þú veist það ekki... Og ef þú ert besti skákmaður heimi þá ertu nú líklegast mjög klár og það er mjög gott að vera klár og allt þetta. Ég hef ekki að segja, Pétur, ef við ekki sammála, við viljum vera besti skákmaður heimi. Ég tek skákina. Taka eitt peð og færa það á Seris 4. Ég held að myndu nánast allir gera hana með Sverrir Bergmann. Svo er það síðasta spurningin. Hvort myndið þið, ef að þið yrðuð til þess að bjarga mannkyninu, eða nótt með Ívari Guðmunds eða Arnari Grant, hvor yrðuð fyrir valinu? Arnar Grant. Arnar Grant, já, Pésa, ekki lengi að það svara því. Maður myndi særa annan þinn alveg rosalega maður. Nei, Ívar Guðmunds særist ekki. Nei. Ég hugsa ég myndi svona... En Arnar yrði sár. Já, þú sagðir Arnar sér. Arnar Grant er svona eins og viðkvæmt blóm út í haga. Já. Hann er bara fallegri. Já, ég myndi... Arnar Grant er... Fallegri en Ívar? Hann er fallegri, sko. Bara fyrirgeðu Ívar minn, eða þú ert að hlusta. Arnar er bara fallegri en þú. Ég sko, strákar, ég myndi... Það er búið að lítið sem að Ívar getur gert í því. Ég myndi takla þetta svolítið öðru. Ég myndi sko kveikja á kertum. Og læðast upp í svona hánótt
uppi hjá Ívari Guðmunds. Það? Svona, já. Er ekki, Hvísla svona á honum, Er ekki Ívar, Kæró, en Arnar svona meira one night stand? Ég myndi að þetta sé bara Arnar, Ívar. Eitthvað svona að reyna. Ég held að Ívar var meira Kæró, en Arnar svona one night stand. Já, það? Heldur að Arnar sé svona sá vilti í sambandinu? Já, ég held að. Það virkar ekki. Nei, þú veist, þeir eru skilur, nei, þeir eru bara svona bræður. Arnar virkar akkurat öfugt á mig, sko. Já, Ívar virkar á mig sem svona, þú veist, bara hvað sem og eitthvað rugl. Já, svona einhver djöfisins glömgóðs eitthvað. Já, en Arnar Grant, þú veist, hann á stationbíl og hann tekur lífið alvarlega. Það rosalega kynorka í kringum Ívar, sko. Já, ég veit að hann ræður ekki við hana. Alltaf verið mikil kynvera. Hann bara til í hvað sem Já. Það reyndar kosturinn að myndi byrja með Ívar. Þú þurftir ekki að segja hann að loka augunum að þú myndi gera hann. 50% afsláttur í pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Tippaðu á Ísland, Egyptaland í beinni. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Sporthúsið kynnir gammamyndina Mordecai. I think this woman has need of a chiropractor. Bráðskemmtileg mynd þar sem Johnny Depp fer á kostum sem seinheppni einkaspæjarinn Mordecai. Is this where the body was found? To the left of it. Johnny Depp, Gwyneth Paltrow og Ewan McGregor. It's entirely possible that I bumped my head. Mordecai, sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Ert þú að æfa ómarkvisst? Vantar þig áskorun í ræktinni? Viltu bæta formið? Á vefsíðunni thinnlikami.is finnur þú 12 vikna áskorun sem að veiti þér aðhald og ráðgjöf til að ná árangri. Kannaðu málið strax inn á thinnlikami.is. Hoi An, hæg elda nautakjöt, brakandi ferskt kimchi, sjóðheit bang bang sósa, steikt ferskt grænmeti, hvítlaukur og kóríander. Nam, nútíma asísk matagerð, Nýbúlavegi og Bílsöða. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Það held ég, kæri hlustandi, þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og veislan heldur áfram. Pétur Jóhann með okkur hér og verður náttúrulega allan dag. Já. Og já, það er komið einum gömlum og góðum lið, Pétur, sem við vorum alltaf í á miðvikutum. Já, ég er búin að sakna þess mikið. Já, ég líka, vondahatið. Já, hvað ég er búin að sakna þess. Þetta var samt eiginlega þannig að við skýrðum þetta vondahatið. Það er að því að þá mátti þetta klikka. Manstu, það er svo astanlegt að segja, jæja, nú ætlum við að gera símat. Þetta hefur alltaf verið einn af mínum uppáhaldsliðum. Þetta er æðislegt. Til dæmis var vondahatið þegar við ringdum á hundahótelið sem var stórkostlegt, það var ekki vond, en við bara köllum við alltaf vondahatið. Já, bara gott að baktryggja sig, sko, með að segja bara eitthvað sé vond fyrirfram og... Af því að hugmyndnar eru oftast vondar. Ég er með vonda hugmynd núna, til dæmis, þú ert með eina, ekki líka? Ég er með skelfilega hugmynd. Vilt þú byrja stendið það? Ég var alveg til að byrja, já. Okay. Hvað hvert á ég ringja fyrir þig? Herru, þú mátt ringja beint í Örnin. Örnin? Já, það er búð sem selur til dæmis reiðhjól. Já, ok, ertu með númerið? Ég ætla að vinna svolítið á því. Já, ég er með númerið. Augljósuðu það bara fyrir á þetta? Hvað er númerið hjá Örninum? Hjólabúð. Já. Þetta er skemmtilegt, maður. Sitjum hér í félagarni bara á. Ég er að finna þetta fyrir þig, kallið minn. Slettum símanúmerun á netinu. Hann klippið þetta, ég hef bara getað fundið þetta á undan þér, sko. Við klippum þetta út, þú náðu mig svolítið svona óvænt. Ég kom með þetta, er ok. Ætlaði selja þér ekki trekka? Jú, það lítur að vera. Já, skiptir það máli? Nei. Jú, Nei. Góðin í samband við Örnin. Þetta er þetta mjög gott lag. Þetta mínum uppáhald. Örni Veslu, góðan dag. Já, góðan dag. Ég er afgreið þennan. Halló. Já, góðan dag. Góðan dag, Styrmir heiti ég keypti þarna trekkhjól af ykkur fyrir svona rúmlega viku. Já. Ég var bara að spá í svona, ég er búin að vera að rífast hérna við hann Óla félagi minn, ég er bara að spá í hvað næst? Á maður að fara að hjóla, spóla eða bara ríða honum Óla? Hvað er það að spá? Nei, ég er bara að spá í hvort maður ætti að hjóla, spóla eða bara ríða honum Óla. Já, þú gerir þetta bara allt í leiðinni. Já, ég gerir það. Já.
Steindir að koma steril. Þetta var vont maður. Svona að gera þetta. Steindir að koma steril. Hvað næst? Ég er ekkert að grínast. Já, Jónas Bóliðar í Óla. Þú veist að ég er ekkert að grínast. Leið og hann svaraði, þá ég vissi hvað ég var að fara að gera. Lellu, þú að taka annars Steindir. Það var svo ógeðslega gott þér. Ég snögg svitaði á bakinu. Ég fann bara svona svita á bakinu. Ég fekk sælu tilfinningu. Það var æðislegt maður. Ég skal taka núna. Hvort að Jólas Bóliðar í honum Óla? Það er mjög þægilegt að koma eftir þessu. Þetta er svo lélegt. Ég ætla ekki vöku. Hvað ætlar að gera? Þú heyrið það, að þetta er mjög kjánalegt. Þetta verður að vera lélegt. Þetta er vond, engar áhyggjur. Er þetta verður en mitt? Það er nú ekki hægt. Já, hérna hér. Þetta var eðalstöf, sko. Þetta var vond að. Það rífast eða Óla vinni. Styrir mér ekki. Vaka, góðan dag. Já, góðan daginn. Meðan það drátt. Já. Hvað kostar drátturinn hjá ykkur? Fólksbíll eða jeppi? Ég er nú... Fólksbíll eða jeppi? Ég er nú bara svona meðalformi. Er ég farin að kalla þetta jeppa? Ég veit ekki hvernig bíll er. Hvað segirðu? Hvað kostar drátturinn hjá ykkur? Það fer eftir hvort það er fólksbíll eða jeppi. Já, bara jeppi. 11.400. Og hvað er innifalið í því? Bara drátturinn á bílnum. Já, það er ekkert nutt og eitthvað svona kæft á undan. Það er bara beint í dráttin. Veistu það, ef þú ætlar að vera með svona húmor þá nenni ég ekki tala við þig. Nei, það er það ekki. Takk. Ég fekk bara svona... Ég veit ekki hvort að verra. Mitt er þetta rátturinn á bílnum. Vá! Ég vil ekki spila þetta maður. Jú, við verðum að spila þetta. Þetta bauð upp á svo marga skemmtilega möguleika. Ég misti hana samt alltaf strax. Rátturinn á bílnum bara. Þetta á að vera vond, eða ekki? Þetta er tilgangurinn. Já, það kom með Pétri, Pési, hvað er það? Ráttur á bílnum, ég er bara upp á húti. Hvað erum við að gera hérna? Bara á bílnum, bara hvað sem er, bara skott eða hvað? Hugmyndi var góð. Þetta var bara frábær hugmynd. Ég vil fá annað svona. Já, ég er með eitt lélegt, sko. Það er ég að koma yfir tíðin hana. Nei, hérna þú vildir að ég átt að finna eitthvað sem er að leita að það, ekki? Jú. Hérna er ég búin að finna, þessi er að leita að Massey Ferguson. Ok. Og það er bara MF135, MF165, MF185, hann er bara að leita að bara öllum tegundum af Massey Ferguson. Þú ert að leita að einhverjum sem er að leita að eitthvað, ekki? Jú. Ok. Þessi er að leita að Massey Ferguson. Gömlum. Já, bara öllum tímum þetta sýnist mér. Þannig þú getur sagt bara eftir að leita að Massey Ferguson. Já, og er eitthvað MF180? MF185. 185. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég sá auglýsingu, varst að leita að Massey Ferguson. Ég er með 185. Erst þú með 185? Já, varst að leita svoleiðis? Já, við erum svona sníklast eftir einhverju svoleiðis. Já. Hvað hvernig vantar þig? Við erum að leita allavega svona Fergusonum. Já, ertu búin að leita mikið? Nei, ekki. Hvað ertu búin að vera að leita? Ég er bara auglýst svona og ég fengi svona viðbröð við þessu svolítið. Já, hefur prófað að leita upp í raskatinn á þér? Nei. Það ættu nú að vera nóg plásið þar. Akkur? Já, talaði það í sveitina, það sé nóg plásið í raskatinn á þér. Á mér? Já, það komist eitt traktor þar eða jafnvel fleiri. Það getur vel verið. Já, ég held þú ættir að kíkja upp í raskatinn og hvort þú finnir ekki traktor þar. Skil þetta nú ekki alveg? Nei, það er ekki eðlilegt, þú skilir það ekki. Já. Þetta er bara það sem er verið að tala um í sveitinni. Hvað sveiti það? Það er bara við strákarnir, þannig að þú kíkir upp í raskatinn á þér og ef þú finnur hann ekki þar, þá lætur okkur vita. Já, endilega. Já, blöðan. Hvað, þú læðir aldrei á það? Það með tala við hann að gæja bara enda laust. Síma, það var löngu komið maður. Já, ég veit það. Það grínast. Ég gerir mistöku upp með að segja honum að ég ætti hann til. Já, þú varst að segja bara leitur mér raskatinn. En svo reddaðist þetta. Hann skotið hvað netta Dóra maður. Hann gekk á línunni sig gæi. Já, þetta var agalegt. Vonda aðið þitt var hörmulegt, mitt var skjálfilegt, Pétur svo gott. Nei, þetta var allt hörmulegt. Hold up, hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat, hope you're ready for
smoke weed every day. Sleppið því, en eru það að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 Við strákarnir búin að vera hérna með ykkur síðan 4 í dag Búin að misþroskaðir dagskrárliðir Já, við getum alveg bara sagt það reynd út Við erum búin að vera barnalegir og asnalegir en þannig er það bara En við erum alltaf búin að skemmt okkur og vonandi einhverjum öðrum Já, ég er búin að hafa ógeðslega gaman Og það er nú tilgangur með þessu, það er að skemmta fólki Mér finnst gaman að koma, þú veist, það er örgulega ársinn að ég var hérna síðast Já, þú mistir nefnilega ammalinu og varst, já, það er örgulega Pétur, hvernig væri þú myndir lofa hlustendum að reyna að koma, ekki láta líða áraftur Já, ég lofa því Það eru nokkri brjálar á Twitter að ekki fengi Gunnþór og ekki fengi Tong í dag Nei, Tong er alveg búið Og frægi dagskrárliðir Við þurfum að eiga eitthvað inni þegar Pétur kemur næst Við þurfum ekki alveg Hvenær er partíi búið? Hvenær er þetta? Er allir með öllum hann á eitthvað? Þetta er alltaf saman Sturtið yfir þessi kampan Já, frissandi við sér freyði minni og hvenær er partíi búið? Hver á að borga þetta saman? Er það ég? Er það þú? Á meðan blæðu við út í bæ Já Það var, ég held að besti Gunnþóri var þegar hún ringdir í, var ekki Ólís eða eitthvað Ég maður ekki Við hefum átt að spila það bara hérna í dag Þetta var búið En það er búið að sannur heiður að hafa þetta með Pétur Bara sömulegis, gaman að fá að vera með ykkur Þú fegst að velja að lægja á leiðinu heim Hann fekk heiðurinn Er það? Já Akkurru? Ég tapaði hérna Já, það var þetta eina skitaðin í dag, Pétur Þú varst exaður í FM 95 Blö Got Talent Ég var exaður í, sko Á meðan sko Jón Jónsson stóð upp fyrir steinda sko, hann kemur Þannig að mér finnst ekki eðlilegt að ég fá það Já, þú lærir á þetta apparatitt og kemur aftur bara kallið minn Já, ég er líka með annað í bakvöndin Það voru sumir í talent sem kom aftur Hvað segir þú? Ég er með annan talent sem ég geti komið með næst Já, kemur með eitthvað annað En búið virkilega gamlar með ykkur í dag Heyrðu, veitu Takk fyrir hlustunna, kæra hlustendur Hvenær byrja talentin? Talentin byrja á sunnudaginn Gaman að skilja spyrja Endilega tekja því Lof ykkur Klukkan hvað? Skemmtilegri fjölskyldu skemmtun Ég held að sé rúmlega 8 Ég er ekki alveg með tíman á hreinu Þú ert ógeðslega góður í þessu Æ, þakka fyrir það Ég verð bara að segja það eins og er Endilega tekja það því Ég er búin að stúdera kynna í gegnum tíðina Ryan Seacrest og hvað er heita Þú ert alveg þar Já, glæsilegt Nei, í alvöru Nei, ángrímsvöldið, þú ert gæðugur Nei, þú ert ógeðslega góður, við erum að segja Það er gaman að heyra Ég valdi þetta Ég myndi að góðina, nú er fólki, nú er hlustendur að fara Þeir eru krúsandi heim Haldið að sé ykkur í bílnum sinu núna með grifflu eins og Ryan Gosling að keyra heim og hafa þetta lag á Vitið hvað áramóta heiti mitt var í ár og ég ætla að fara að vinna miklu meira með grifflur og þumalringi Heyrjumst næsta föstudag, tjekkið á Ísland Got Talent á sunnudaginn